Glódís Rún Sigurðardóttir stendur í stórræðunum þessa dagana, keppir bæði meistaradeild í hestaíþróttum og meistaradeild líflands og æskunnar. Komdu sæl og blessu, Glódís. Komdu sæll. Nú, í gær varstu eins og ég segi í báðum deildum, ef við byrjum á meistaradeild líflands og æskunnar þar sem að þú sigraðir í skeiði, hlýtur að hafa verið ánægilegt. Já, þetta var bara ótrúlega gaman og ótrúlega ánægð með meirina mína. Hún stóð sér vel. Þetta er hún Blikka, eða ekki? Jú, þetta er Blikka frá Hólstöðum. Hverjir eru hennar kostir sem skeiðhrissu? Hún getur verið mjög fljót og og eins og núna í vetur er ég búin að leggja meira áherslu á að hún sé svona meira þjál og mjúk og svona og mér finnst það að vera að skila sér núna. Ég hef meiri stjórn á henni og svona. Þannig að mér finnst það skipta mjög miklu máli. Er erfitt að leggja í gegnum höll? Já, það er oftast ekkert erfitt en eins og núna voru aðstæðurnar ekkert alltaf góðar. Það var klaki svona fyrir utan hurðina og við þurftum að setja það á ísfjaðrir og svona til þess að það væri ekki að renna mikið. Þannig að þær voru kannski svona heldur erfiðar aðstæðurnar í gær. Í hvaða liði ertu í meistaradeild líflands og æskunnar? Herru, það heitir semst Tím Hrímnir og ég er þar í liði með systur minni Védísi Huld og henni Sigrúnu Högnu og honum Benedikt Ólafssyni. Og gengur vel hjá liðinu líka? Já, okkur gengur bara mjög vel. Við erum allavega efst eins og eftir þessi mót sem er búin. Eins og ég kom inn á meistaradeildinni líka, hvernig er að vera nýliði í meistaradeildinni? Það er ótrúlega skemmtilegt og ég er rosa þakklátt að hafa fengið þetta tækifæri að taka þátt og keppa með þessum bestu. Finnst þið vera að pressa á þér að standa þig þar? Já, það er alltaf svona meiri pressa kannski þegar maður er komin í svona stærri deild náttúrulega. En mér finnst það líka bara gaman. Mér finnst gaman að keppa undir pressu og svona. Nú er framundan síðan landsmót í sumar, fyrsta árið þitt í ungmennaflokki. Já. Ertu farin að huga því líka? Já, maður alltaf náttúrulega stefnir, það er náttúrulega hápunkturinn svona landsmót í sumar og þannig að maður er náttúrulega undirbúið sig allan veturinn fyrir það. Eitthvað farin að ákveða með hesta? Nei, ekki svona kannski beint, það eru kannski svona 2 sem koma til greina en maður er svona ekki alveg búinn að negla það niður hvað maður ætlar að taka.